Í verkefni 8 þá ætlum við að halda áfram með leikinn okkar og verkefni 7 nema nú ætlum við að búa til viðmót, UI á leikinn og við ætlum að í raun að setja upp forritið okkar og skipta því upp í svona modula þannig að við erum í raun með ákveðin part sem sér lógíkin í leiknum. Er þetta lögleg hreyfing? Eða, þú veist, hver vann þennan leik? Og þetta er náttúrulega mjög einfaldur leikur en samt konseptið virkar fyrir miklu flóknari hluti. Og við erum í raun komið með þá eitthvað svona state. Við erum með eitthvað, þú vilt spila leik, velkomin í leikinn minn. Byrjum leikinn, hvað viltu spila margar umferðir? Þú vilt spila svona margar umferðir. Hvað ætlar þú að setja út? Hver var niðurstaðan? Og svo ýtrum við þarna og þá fáum við einhverja svona stöðuvél þar sem við erum í raun að fara hérna út. Við setjum eitthvað út, við birtum stöðuna. Þú setur út skæri, tölvan setur út blað, þú tapar. Og svo heldur áfram þangað til að leikurinn, umferðin er búinn og þá í raun hægt að uppfæra það er búið að spila einhvern ákveðinn leik og nú get ég aftur boðið þér, hei, hvað viltu spila margar umferðir? Þannig hérna verður í raun til bara svona hringrás af spilinu. Og þá leið við gerum þetta og erum í raun að búa til þetta UI, þá verður bara inherently bara til mikið flækjustig. Þetta er bara svona eins einfaldur leikur og við getum hugsað okkur, en samt sem aður er hann tiltölulega flókinn í útfærslu. Þannig hérna í raun lýsing á því hvað þið ætlaði að gera og ég setti með hérna myndband af því hvernig þetta á að virka en bara svona til að sýna einhver aðeins bara svona hvernig þetta er. Þá núna byrjaði ég leikinn, þannig að ég sýni núna eitthvað ákveðið. Þannig að ég er í raun að birta út frá einhverju ákveðnu í domminu hérna. Þá er ég að birta einhverja ákveðna síðu verandi í raun kannski ekki síða er slæmt orð. Ég er að birta ákveðið element, þannig að ég er hérna, ef við byrjum upp á nýtt, þá er ég hérna með þess að start. Það er sýnilegt. Ég ýti á start, þá verður það hidden og rounds sést. Ég vel hérna hvað ég ætla að spila margar umferðir, ég ætla að spila eina umferð, þá verður það falið og ég sé play sem er hvað setja út. Og þannig erum við bara að búa til viðmót, bara með því að nota bara HTML sem verður síðan að fela skjáinn eftir því hvað er valið. Heldum við stöðun einhverju í JavaScriptinu og erum að búa til interactivity í viðmótið okkar. Nú setja ég hérna út skæri og þá fæ ég stöðuna og þá er ég komin hérna í þennan ég er að birta stöðuna hérna, leiknum er ekki lokið því að þetta var hérna jafntefli, þannig að það var næsta umferð, ég seti út blað, tölvan vann, næsti leikur. Þá uppfæri ég hérna, þannig að þegar ég vinn eða tapa, þá bætist við hérna líka allir leikirnir sem ég spilaði, þannig að við förum bara hérna í gegnum þetta nokkur. Svona, þá er ég búinn að vinna 1 og tapa 2. Ég uppfæri þetta bara jafn óðum eftir því sem að gerist. Eftir því þetta næsta leik, þá uppfærist bara viðmótið mitt hérna. En það sem er gefið er í raun allt UI-ið, allt það sem er hérna og hver birting hérna og það er í það er í þessu grunnur að kóða og grunnur að þessum lib þessum libraryum með þessum módulum hérna er verið að exporta þessu hjálparfalli til þess að búa til element hérna er í raun virknin úr forritinu eins og við erum að gera hann í verkefni 7 nema hér þarf að laga eitthvað hér er þetta ef ég ger þetta svona þá get ég núna kallað í þetta fall í öðru falli en þá get ég farið hérna í main sem er það sem að keyrir og ég get bætt við hérna import is valid best of from lib þannig að núna get ég í þessu hérna-falli notað þetta hérna-fall en hérna get ég verið með meiri flækjur, ég get verið með þessi assert mín ef ég vill, ég get verið með eitthvað state ef ég vill en ég get bara exporta þessu falli og nota það síðan hérna og síðan er ég búinn að setja inn bara hérna lýsingu á föllum og hvað ætti að gerast í hverju skrefi fyrir sig og þegar við byrjum hérna þá get ég ýtt að byrja leik þá er hérna sett inn debugger statement sem ég mæli með að þið notið þegar þið eru að debugga þetta
og ég vísa líka í sem sagt, skjöluna fyrir debuggerinn hérna í Chrome og í Firefox. Þá get ég nota hann til að sjá hvar ég er. Ég er hérna í einhverju UI.js. Ég er búið að kalla í þetta show með þessu part og það er rounds og þetta er fall sem að segja til hvað á að birta hverju sinni. Þannig í byrjun þá erum við bara með start og rounds, það vantar hérna 2 skjána þannig að það þarf að bæta þeim við sem er bara gott fyrsta skref. Þannig ég ætla að reyna að fela báða skjána hérna og svo ætla ég að sýna þann skjá sem að part á við sem er rounds hérna. Þannig að þá segi ég rounds, class list, remove, hidden. Og sjá ég get alltaf séð hvað er í gangi. Ég get farið hérna og skrollað upp á fundið þetta element og þetta er í raun þægilegri leið til þess að debugga hlutin þegar við erum að vinna í þessu. En þetta er sem sagt verkefni 8 og ég mæli eindregið með að þið kíkið í dæmatímana núna í þessari viku og næstu til þess að fá betri innsýn í þetta.